En Þorleifur sagðist eiga heim á Akureyri. Og þá var nú undir að Valgerður þannig að hann sagði ég kæri ekki svona mútusnúninga og niður með hann. Og það var alltaf kallari. Og ég var í lengri tíma að tala kallari og reyna að útskýra þeirri Valgerðunum að þetta er ekki bara bæjarnafn í Kópavogi og hann ætti heima þar. Hann leysir ég ekki heima á Snælandi. Já, ég hlusti ekki með þetta. En hann fór með mér heim og þetta heim. Ég ætla að tæra með hérna, sjáum hann hérna hvað hann var að learning. Eilíf learning. Hérna sjáum við sko. Þarna sést eitt af íbúðarhúsinu og svo var vegstæði hérna og þetta útihús til hægri við stað. Það var styrkt í blómapotta og ég man eftir einni sögu sem hann sagði því að Rotterdamurinn var nú alveg agaður í Kópavogi á þessum tímum og hann var búinn að segja það að hann réði alveg í Rotterdam. Það er ekkert inn til sín því að hann útveði þessi minkaskít og sett á gólfið þetta á vegstæðinu og það því að Rotterdam kom ekki þessi minki var. Svo fylgum við okkur áfram þarna inn í löginum. Þarna sést húsið Margestar Kjartanssonar sem var á hópinu á Brekku og Brekku líka við. Og nú fer að koma Ragnari því að hann bjó svo í húsinu það fyrir innan. Það er þetta byggjulíð hérna og áður að byggja á hana. Húsin þarna fyrir ofan götuna, tilhörðu Nýbravegi eða Mórvegi? Álfarsögur. Þetta er Álfarsögur. Já. Sennilega dáli Sigfríð og þau. Sigfríð og Helgegar ekki að missa. Þarna sést byggjulíð áður og var byggt ofan á húsið. Og þar ofan við Nýbravegi það var Guðmundur Arnaríkur Afríkubændur, já. Og næsta var bara Jón. Næstu og síðan Sveinn og Ég er að fá kaffi hérna. Við skulum koma okkur lengra inn með líkavæðinu. Númer 26. Og þarna sést yfirlitsmynd yfir þetta og þá var það Kristján vestur held ég, þannig að hann komin alveg á heiti sína þarna. Ég alveg þarna í húsinu sem steinn yfir stóra steinn. Stendur ekki steinn yfir steinn hérna. Þessi steinn stendur upp. Einu steinn sem vil ég meina. það hann? Já, í lóð. Hann í lóð í Selbrekku 9. Það stendur aðeins upp úr þetta götu. Þetta er eina myndið sem var Þetta húsum beint yfir steinum, yfir aðeins þar upp, pappi minn byggði það, hlustum ég á 48, síðan næsta hús við innan. Heyrst ekki. Þarna bjó Ármann Sigurðsson og Ragnar Kristjánsdóttir kona hans. Ármann Jenja. Næsta húsi við innan var Þóri Runólfsson.
Bretum og svo sést yfir húsinu, þetta húsi, það byggði Björn Bjartmars, það Jónín Bjartmarsson þegar sinni, síðan bjó ekki Steinsen byggði þarna. Sér okkar túnbrekkan? Já, túnbrekkan fer þarna upp þarna sem vörun er, og fer þarna upp og beigir svo til hægri upp þarna. Hvaða ári er þetta? Vitið þið það? 60 getur þeir. Húsið sem ég alveg, það glugginn að byggja 8 og næsta hús austan aðeins seinna, en svo næsta það er 60. Sjá þarna fyrir neðan íkjörlega, það eru skúrar sem að Óskar Bjartmars var með, það voru með kross. Það var heginn þarna. Þetta er verið að byggja á húsinu staðina. Já. Þetta hús þarna sem öðru er, það er hjá Hrímur Mósesson. Sem næsta hús er vestan, það er bróðir hans, Sveinn Mósesson, sem bjóð þar. Þetta hús þarna, næsta hús til hægri. Þetta hús er ennþá til. Þetta er allar og... Já. Það var upp í Borgarfjörð og sumarhúsið. Þetta háum húsum við var það. Og húsið þetta er loðalega kjól. Já, það var með kýl þarna í skúl þarna fyrir ofan. Sjáu þarna, já. Þarna voru hættjum og tværtækjum. Þarna byggði Jakob hús. Já, Það var á farminum á Grýlu. Já, það var farminum á Grýlu. Endur myndin aðeins til hliðar. Sjáum við í þetta hús hérna sem bara hverfa hérna. Það er Skúli Magnússon og það var það Magnús Skúlason sem tekur við. Býttu með það, það eru fleiri vittir sem eru hérna. Það var ekki að vera makið. En þetta land, við segjum frá því, þetta land Óskars Bjartmars, það var tekið út úr landi Snælands. Veistu hvernig það var sigur? Það var keypt fyrir breytingu. Þetta er húsið að Steinjónsjá, þarna hótt, gömur mynd af því. Þarna sjást myndir af þessu Kristján, þarna einum er hér. Þetta er myndir sem eru teknar út úr glugga upp á Álfhólseyri og þetta er raunin á eitthvað þessari, við getum ekki tala út af því eitthvað. Þetta er fyrir sem hefur tekið þessa mynd. Ég sagði á þetta húsnúi, með græna þekkinu það átti ég heima og það var númer 32 og það hús stendur ennþá, sýttum á það. Það húsum farið, þarna fyrir Arnar Sigursson og Ragnar Kristjánsdóttir. Tala betur líka Það verður þú svona fundir. Þú getur tekið þetta niður, þessu bara hér. Þegar fólk kemur að horfa vel á þessa mynd að því að Þú getur bara tekið það niður og þorður tuskunar og horna. yfir í Fossvoginn. Nei, já, ég held stilli bara það næsta. Þú fókusar á myndefni. Já, það er það sem hefur að reyna peikur. Það er næsta máli, skal við. Ég er ekki að reyna að koma svo netið en ég veit ekki hvað hljóður. Já. Alla snúður Já. og nýttösku. Þú veit að hvað árum er þetta ekki? Það var eitthvað endurinn að hljóði, ég veit það. Nú kemur ein mynd hérna sem þykir örlítið vestan, Östafjörð. Þá sjáum við húsið, þetta hús sem er
Ég sá þetta ekki fyrir, ég tekið upp með náðu og það var talað í hjónarlega sem hefði komið vel út af fyrir netið sko. Nei, nú þetta bara ekki. Eftir hann hérna Þannig að það kveikir þetta til og lætur talja og eitthvað. og flutt þetta þangað og múkaði svo Nei, þetta er fyrir félagið. Þeir eru að skutla þess á netið, það er svo margir sem komist. Þarna sjáum við bílafjölsvöldina Þetta er þetta búið að taka við. og kemur að mæta. Já, takk fyrir. Já, það er kannski aðeins einast að þetta varandi söguna því sem að þetta hefur komið inn á hérna. Já, ég veit. Þennan hund að reyfja. Já, það var 2 og eitthvað tíma. Kemur til að því að heimskreppan 1930 olli miklu atvinnuleysi hér eins og víðar og það var verið að reyna að skapa atvinnubótavinnu og ríkið átti þess að jarðirnar fyrir hann eins og Kópavog og tók þær úr leigu og skipti þessum jörðum niður í nýbílalög. Og atvinnubótavinnan komst í vegagerðinni og að ræsa þessar bílar sem voru hérna í Moskvavírum og gera þetta svona byggilega. En þetta er þess að hérna ást í öfni þessu húsi og þetta er ekki garður upphaflega, það byggði þess að það voru byggðið sumarbústaði hérna. Það var bara leynur sumarbústaði fyrst og það Adolf J. Pettersson byggði þetta áraðum 36-37 held ég. Og það var fyrsta hús, það er þess að helmingurinn af þessu húsi sem þarna er. Það var byggt, já, og það er þess fyrsta húsi sem var byggt í Kópavogi. Síðan fyrstu vorunar inn í þetta 1944 og byggðu við það og þangað var flutt. Og þarna voru sjöfnað og vorðarnar. Og það var með Hansni þarna fyrst og síðan Píl. Og síðan er það bílafjölsvöldin sem að Tómas Guðmundsson byggði og hann flutti sér burtu og flutti ekki að hæða í Reykjavíkur flutti þetta 1950 skilstu og jóði 5 ár og hann kallaði þetta fyrir bílafjölsvöldin og skrifa sérstaka bók það skemmtilega, segir hýmsa sögur sínu lífi eða þeirra lífi hér í Kópavogi. Við setna byggu í þessu húsi Bjarni og Unnur, svona hraðaði sem líka Unnur. Þau voru með Kindur og Hansni ef ég man rétt. Og það er skapið að koma aðeins inn á það að hérna Tómas byggði þetta hús. Ef ég veit rétt er hann bróðir hennar Ísu sem Sveins Guðdís. Það var einvíslega systkini hérna á þessu lilla svæði og móðir mín og Svanhvít í Arnarhóli, þar voru systur. Það eru fleiri systur og bræður hérna á þessu svæði. Og þarna sést þess að þetta var núna 36 og 38, þetta var kallar Lindarberg. Bílafjölsvöldin síðan og svo var það Ásbrú og þarna var hérna í búskapur. Þetta voru eins hektara skikar hérna fyrir ofanveginn. En mér skilst að Ásbrún hafi verið 18 hektara og þetta var hérna í búskapur á vegum Markúsar, Runnánssonar og Steinunar. Hvað sagði ég? Mattíasar og Steinunar og það var verið þetta með kýr og hesta og fleiri. Já, það var mikið skona búskapur og mikið búskapur og þarna síðust árið Birgirskonur þeirra með búskap en þegar það var að fara að reyna af hann með nýbyggingar og þess að þá flutti hann austur í sveitir þar sem hann verði í frið og ró. Þetta er kramptóttur við Peter Kramptótt og þetta var risastaður að fara á fyrir krakkara hér í hverfinu aðast í kartöflugörðunum og búskapnum og reiskapnum og því. Birgir var sérstaklega vissar á krökkunum. Já, og svo var þetta hús reist þarna á árunum, já, það, úr
1960, foreldrar mínir reistu þetta hús og gamla húsið var yfir 1970 og þessi gamla hús urðu að hverfa þegar Lundarbrekkan kom og Lundarbrekkur blokkina. Halla fyrsti bílum Karlsson? Já, hann var vörubílstjóri, það var í banka áður og það var endilega á stundstæðum og meiri tekjulögur, það var ekki vörubílstjóri og það var verið í banka og þannig sést í bílbílabessendina þessa og þá erum síðan þetta var 38 og 38 aðhendir að þetta hús byggði Páll Erlendsson og Jón þar ásamt það var systurkóttur sinni það var ekki maður og það var einhvern Anna og dóttir hennar einhvern Anni það var 1940 og það var elsta systur minna Dóru þarna byggu þau sæsagt og síðan Axel Sölvason og Ebba og Axel var bara reist hennar bíls og þetta var svona aðalega versta það var framvélavikt ef mann ég og þarna voru stund eða leiknaði mín og þau var maður strax hljóðfættur ljósmyndari og þarna þessi langa byggingar sessat út í húsið hjá bílabessendinni þar sem var með bílur og þetta var það og þess að það þá við sem það tóna nýgar á í 40 það var byggt hérna fyrir það nýbúar þaðan hérna, Löf og Örvar og þetta var mikið samgöngar mikið þessara húsa þarna byggjast þessar Sigríður og Ágúst og Sigríður Hreðar það er einni 5 helgir eða kannski ekki allir á sama tíma voru 3 Nei, þetta er voru, og hérna þetta var nú eiginlega þannig að það var nýrsnætti þá var maður meiri samskipti hérna í Austurátt eftir Víkulaveginu upp í nýju hverfi og eins hérna upp fyrir og komið nýju hverfi hérna en auðvitað talsvægt þarna vestur eftir sérstaklega á Rafnarhóli 1930 þar sem var móðursystin Jón Kjartarsson undir ofan á hóttunum með Víkulaveg 40S og þessi húsa sem að það var svona fjölskylda síðan var hérna farið að vandast lofturinn fyrir nýja bygg og nýju hús ég ætla að sjá hérna erum við komið með þegar við komið upp rektor að sjá þessi fínu tún hérna niður í Fossarstaðnum það var mikið verið að gjörnast í fótboltaðar ekki landi á túnunum hjá Markus í Brennurvík og eins í Efstalandi og það var spilað þarna alveg framvegir meðan Vestfirkan endist og það var stundum gráttið í Kaldgarðana þarna einu megin og fengið sér grannvita varðar, róður og þess að það og var fyrir að hægt eftir hendur ekki neft í Garvík sem við sluttum allir út úr þessu en síðan kannski elsta húsið inn á Brekkur kannski ekki mynda til þessum Birgir Kristjánsson Jó, hann var mikið Ekki hjálpstöður? Ekki hjálpstöður hann var mikið að þjóna hestamann með vestlandi fyrir gafveldur meira Til að bara segja fólki frá hérna þetta er grjóthrúga það kemur loftmynd, þá sjáu þið grjóthrúguna, sjáu þið hvað það kemur alveg mynd aðeins einhvað Þetta er húsið yfir ástúrnisku og þessi grjóthrúga var hann inn í líðinni Þetta sést ástúri Ástúni stóð áður mitt inn í það gamli bæri Það er verðilega hérna Ég var ekki og fjósið alltaf Ég sá í þessum bókum að þarna í Ástúni og í Garðinu voru fyrstu vatnslækningaðar í Kópavogi og fyrstu vindmyllur til framleiðs og rafmagni. En það bjarga sér. og Mattías átti traktor það er eiginlega túnin í Kópavogi með þessum traktor Þetta er bílabessandi og það átti að hluta Brekkur. Já, þessi traktor var með járnskjól. já, það er alltaf nú gaman Þetta eru nokkrir leikaraðar á þannig svæðinu. Sölvi Axelsson, flugmaður á Hævan, hússtjóri á Hævan, til Hafnarafan, Sigurður Narsastóttir systir hans, ég þarna og Örvar sem hérna út í Lönsa. Við vorum mikið að ganta saman. Þið dóttir
Ertu Pétur þessi röndóttar fjölmur? Nei, það er ég. Hæ? Ég átti aldrei röndóttar. Það er kóngurinn. Sigrún Axelsdóttir. Nei, sýstir. Sigrún Axelsdóttir. Sigrún hvað? Axelsdóttir. Axelsdóttir. Það eru systkini þarna. Hérna sjáum við steinhrúgurnar sem að við ástum. Það er hrúgur hérna. Þetta var borðið á mennum sem þessi lofa, hérna með. Þú var þetta græna líð hérna. Veist það? Hvað? Græna líð? Það sem Magnús Einars Heimars. Þetta er græna. Græna líf var versta nýbýlalandi sem var útbyggt. Vestar. Það var versta landi. Líka tól. Versta búa þar. Það var snarpart yfir og brjótt að báða hliðar og undir ekki sára líka. Erum það ekki komin inn á? Þetta er græna líð. Þetta er græna líð. Það er ekki búin að sé hérna. Það sést inn í þetta á daginn. Svo er það ekki að skýra það. Já, þetta er þessi. En já, Þetta er já, hann er byggir, já. Svo var hann úti hús hérna fyrir ofan. Og Lilja hér konun hans og ég held að Lilja og Jónína og með Bæjarnas og Hús, það er þessi systur. Ef ég mann rétt. Og það voru fleiri systkini hérna. Það var svolítið merkilegt að þetta hópaði þessi saman. Og ekki Ólafur og Ragnars systkini. Þessi mynd gæti verið tekin á 62-3. Það var ég, þetta er þessi búið. Já, Birgir Kristjánsson, ég veit ekki hvort það er okkur hérna inni sem að er úr þessu húsi, er það? En hann þjónustaði dálítið mikið hestamenn og jafnaði fyrir þá og skrifaði skrifur og ég man eftir einni sögu sem ég var sagt og það var Geiri í Guðmundsson sem sagði hana og Birgir hafði fengið eitthvað áfall þannig að hann lamaðist og Geiri í Guðmundsson sagði söguna þannig að það er ljótt meðan Birgir hefði jafn með. Hann er alveg ólíkt sín megin. Og Birgir var lamaðist vinstramegin og hann var örfendur. En það eru til myndir af þessu þegar við erum að byggja þarna blokkina en síðan eru bara 2 myndir eftir það ekki. Þetta er mynd af Sigguhúsi, ég kann ekki sögurnar í kringum það. Vitið þið þess að hefur haldir upp þarna á þessu svæði. Baldur, veist þú eitthvað um það? Já, ég er ekki Siggur eitthvað. Bjó í Ameríku og yngri. Það var fyrstir eigin þetta þegar hún var flutt þangað í þetta nýja húsarna og þetta þingmanni þau voru að grína lífröldin sem kenni eitthvað fornandaleg og svaraði hún þeim orðið að finna máli við alltaf reyðið að við skilta öllum og var að segja hérna með þessi og segja þetta er undir skýringar og þeir tóku við og skýringar þetta og svo var einhver brendi að sem að Getur Ingi sagt eitthvað meira? Hann bjóð þarna í húsinu í gær.
Margir var að tala hver ekki annan þannig að kannski fylgst ekki með en Ingi getur kannski sagt eitthvað á þessu. Þannig Sigguhúsi. Sigguhúsi, já, og fína húsi. Það er ekki, já, það er eina fyrsta výbúðið 48. Það er næsta úr þetta er nýja húsið. 48 að það í það 1952. Það byrjaði þetta hús á það 48A, það var ekki að breyta númur. Og Sigguhús, það var lítið hús hérna vestanverðu við. Og hún kom oft yfir heim og spjallaði við okkur. Það var fínasta gæti. Ég veit ekki hvort það var bróðurskonar en það sem að bjó hjá henni, Ámundi hérna. Ámundi, já. Og lífið náði hann átti stæma mín. En Sigga, hún kom á þeim til að fá að hringja því að við vorum eitthvað að háa hún sem var með síma. Og Ámundi fór stundum við að fá að hringja og ég man ekki rætt henni fyrir stórlega Ámundi því að það var í kúabóluna. Hann voru alltaf fingar fyrir að vera í kúabóluna og fingar fyrir að vera í káara. Það var góð pening, ég fór í 10 ára hættu, það er þessi vilja mínu með skúran ráðar. Meira var það ekki. Takk líka fyrir. En geymið menn. Já. Sigur hana og þetta er kannski síðasta myndin. Þá er þessu myndasjói lokið, held ég, en við gerum það bara bókað til Frímanns.